Góðan daginn, kæru frumkvöðlar. Hvað segir þið gott í dag? Ég ætlaði að nýta tækifæri í dag og svara öllum spurningum sem að þið hafið varðandi fyrirtækjarekstur. Ok, kannski ekki alveg öllum, en ég ætla að reyna að fara yfir allar algengstu spurningar sem ég fæ svona inn um fyrirtækjarekstur, stofnun fyrirtækja, rekstur fyrirtækja og allt við tengist þessu. Og svo líka bara vil ég endla benda ykkur á að ykkur velkomið að skrifa athugasemdir fyrir neðan, ef þið hafið ykkur spurningar varðandi það, alveg saman hvað það er. Þið vitið það er ekki til þess sem þetta er heimskuleg spurning, þannig að bara endilega ef þið hafið ykkur spurningar varðandi fyrirtækjarekstur, stofnun fyrirtækja, félagaform, hvað sem er, bara hendið þeim fram hérna í athugasemdir og ég skal gera mitt besta til þess að reyna að svara þeim, eins og ég reyndar að gera nú alltaf öllum myndböndunum mínum. En svona kannski áður en ég fer að staði það að svara spurningunum þá langaði mig bara svona að deila með ykkur svona nokkur hlutum sem eru í gangi hjá mig núna. Í síðustu viku þá fór ég að staða með stuðningsnet frumkvöðla sem er verkefni sem er búin að dreyma að fara að staða með mjög lengi. Og það er í rauninni bara að hugsa þannig að þetta er svona í rauninni hópur af frumkvöðli sem kemur saman og styður við baki á hvort öðrum og í rauninni út af því að þegar maður að stofna fyrirtæki og þeir kannski koma á námskeið hjá mér og þeir eftir að fá allar upplýsingar þeirra að stofna fyrirtæki þá eftir að skilja hvað þeir gera en það sé hann eftir þurfa að gera þetta og implementa þessu öllu að koma þessu öllu í framkvæmd og það tekur svo langa tíma og maður þarf svona smá stuðning og maður þarf að geta að leita til einhvers hóps og fá smá ráðgjöf og annað slíkt og til þess er hópurinn gerður. Nú, ég var bara með opið á skráningar í þennan hóp í 5 daga. Ég ætlaði bara að setja saman lítinn og nettan hóp og ég ætlaði bara að vinna þétt með honum næstu mánuðina og það gekk bara vonum framan. Það voru 40 mann sem skráðu sig á þetta og við erum nú þegar byrjuð að vinna saman og ætlum að gera það núna næstu mánuðina. Og fyrir þau eitthvað sem mistu af þessu, bara því miður, en ég mun opna á þetta aftur í haust, þannig endilega fylgist með þá. Og svo fyrir þau ykkar sem eru alveg að íhuga að stofna fyrirtæki að þá er ennþá 1 sæti laust hjá mér í stofnun fyrirtæki núna í maí. Þannig að ef þið ætlið að stökkva á staði í þetta núna þá bara endilega náu þessu síðasta sæti. En ég mun síðan opna á skráningar á júnínámskeið en það verða bara 20 sæti á júnínámskeiðinu og það verður síðasta námskeiði fyrir sumar og ég býst ekki við að kenna neitt námskeið í júlí eða ágúst. Þannig að þetta er svona síðasta tækifærið núna fyrir ykkur ef við ætla að gera þetta á næstunni út af því að þetta sumar er alveg að skemma fyrir okkur frumkvöðlunum. En við reyndar mjög glöð að fá sumarið. En já, þá ætla ég bara að fara að byrja á þessu og ég ætla að fara yfir bara svona alls konar spurningar sem ég fæ mjög oft úr alls konar áttum bæði á námskeiðinu mínu og Facebook síðunu minni og bara fólk sem ég hitti á förnum vegi. Þannig endilega bara takið þátt í umræðinu ef þið hafið ykkur athugasemdir þá hluti sem ég er að tala um. En fyrsta spurning sem ég fæ oft er bara hversu erfitt er það að stofna fyrirtæki? Getur hver sem gert þetta? Og staðreyndin er svo að sérstaklega núna í dag þetta er búið að breyta svolítið frá því ég stofnaði með tvista fyrirtæki. En sérstaklega núna í dag þá er svo rosalega auðvelt að stofna fyrirtæki að þið getur bókstaflega að stofna fyrirtæki á 10 mínútum. Það er hægt að skrá sig inn á RSK, þar fyllið þið bara inn nokkur form og svo bara bim bala búm og þið bara eru komið fyrirtæki. Þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta er orðið svona straumlunlaður og fít ferill hjá RSK og þeir eru alveg hróskili fyrir það sko. Þegar ég var í upphafi að stofna fyrirtæki þá þurfti maður að ráða lögfræðing til þess að fylla út alla pappírana og það kostaði sitt og tók sín tíma og svo þurfti að senda inn og það tók alveg marga vikur að vinna úr þessu og þetta var alveg prósess. En í dag er þetta ekkert mál og í rauninni þegar það kemur að því að stofna og reka fyrirtæki að þá er í rauninni stofnunin sjálf minnsta vandamálið. Fyrir mér er í rauninni aðal vandamáli bara að láta fyrirtæki ganga upp sko, að láta það skila tekjum og standa undir sér og allt svoleiðis. En það að stofna fyrirtæki er ekkert flókið. Það er að segja maður kann það. Þannig endilega, ég hef líka skrifað grein um þetta inn á frumkvöðlar.is, þannig að kíkja á bloggið þar. En það stutta svarið varðandi að hvort sé erfitt að stofna fyrirtæki er bara nei. Það tekur bara 10 mínútur og í raun hver sem getur gert. Þá er spurning nummer 2
og þessi spurning sem sagt, gæti ég orðið gjaldþrota? Hversu áhættusamt raunverulega að stofna fyrirtæki? Gæti það verið að ég klúður einhverju og bara fara allt í rugl og ég verði bara gjaldþrota? Stutta svarið við þessari spurningu einfaldlega nei. Ef þú gerir þetta rétt þá ertu ekki að fara að vera gjaldþrota. En þetta snýst líka að það að þú gerir þetta með réttum hætti, að þú stofnir í rauninni einkahlutafélag eða eitthvað annað félagaform sem með takmarkaða ábyrgð, og þannig tapar aldrei meiri pening heldur en þú leggur inn í félagið. En þú þarf líka að passa þig að vera ekki að skrifa undir einhverja persónlegar sjálfskuldarábyrgðir eða annars slíkt fyrir fyrirtæki. Það getur komið þér í vandræði. Og að sjálfsögðu ef þú gerir eitthvað, ef þú brýtur eitthvað lög eða gerir eitthvað saknæmt, þá getur það náttúrulega komið líka í bakið. En eins lengi og þú stofnar fyrirtæki og þú gerir þetta eins og á að gera þetta og þú ert með rétt félagaform, að þá ert ekki að fara að vera gjaldþrota af því. Þá spurning 3. Hvaða félagaform á að nota? Út af því að það eru alls konar félagaform í boði. Og svona í fyrstu sýn að þá virðist þetta vera ruglingslegt. Og ég man fyrir mörgum árum síðan, þá fór ég á eitthvað námskeið og var að lesa mér eitthvað til þetta og það var upplistun á öllum félagaformun, það var einkahlutafélag og hlutafélag og samlegðarfélag og einstaklingsrekstur og allir þessi mismunandi félagaform sko. Og ég var að reyna að lesa mig til þau öll og reyna að átta mig á hvað hentar mér best en það sem ég er búin að átta mig á í dag og ætla að deila með ykkur bara til að einfalda þetta það er í rauninni bara svona 2 félagaform sem að 95% öllu þeim sem að ég á samskipti við að notast við. Það sem sagt fyrsta lagi einstaklingsrekstur eða sem sagt að reka bara félag á sinni eigin kennitölu, og það oft svona leið sem margir nota þegar þeir eru að byrja. Það sem þeir eru óvissur hvort þetta sé að fara að skila einhverjum tekjum eða þeir eru bara með svona smá hlíðarekstur eða eitthvað svoleiðis, og það lútar sínum eigin reglum sko. Og þeir þurfa ekki að skila inn ársreikningum svoleiðis fyrir það, en það eru svona ákveðin hluti sem þeir þurfa að gera þar og oft þarf að skrá sig og vaskskilaskrá og ýmislegt annað tengt í. Þannig að sko einstaklingsrekstur eitt, en langum algengast það að fólk stofni einkahlutafélag. Ég gerði skoðanakönnun inn á Íslenski frumkvöðlar daginn, fyrir nokkrum mánuðum síðan, og þar komst ég að því að hátt í 80% af öllum þeim sem voru þar voru að nota þessu einkahlutafélag, og það hefur verið mín reynsla að örugglega sko 95% öll þess sem ég tala við myndi helst henta þeim að nota einkahlutafélag. Þannig að nema að þið séu með eitthvað bókara eða eitthvað svona sérstakann ráðgjafa sem að mæla með eitthvað öðru fyrir ykkur, að þá myndi ég segja að einkahlutafélag væri svona líklegasta félagaformi fyrir ykkur til þess að nota. Þá það hvað kostar að stofna félag, það spurning nummer 4. Og þá ég í rauninni ætla ég að taka bara fyrir einkahlutafélag, það algengasta félagaformið. Og ef þið ætlið að stofna einkahlutafélag þá kostar það í rauninni 130.000 krónur að stofna félagi. Það bara í rauninni skráningagjaldið sem að RSK rukkar inn. Ég persónulega mjög mótfallinn þessu háa gjaldi. Þetta töluvert larra í öllum öðrum löndum sem ég hef skoðað. Ég held að þetta hafi verið sko $20 í Bandaríkjunum eða eitthvað svoleiðis, 2.000 krónur. En einhverjum ástæðum þá virðast þeir geta réttlætar einhvern veginn að rukka 130 krónur fyrir skráningu fyrirtækja út af því að ég veit ekki svona hvað út af þetta allt orðið sjálfvægt hjá þeim og ég veit ekki hvað raunverulega að rukka fyrir sko. En það kostar eitthvað 130 skall að skrá félag og það sem meira það að þið þurfið að leggja inn hlutafé inn í fyrirtækið, þú þurfið að leggja allavega 500.000 krónur í hlutafé inn í fyrirtækið og þannig í heildina sko, þið getur rauninni nota þennan 500.000 skall líka til þess að greiða stofngjaldið, þessu 130 krónur. Þannig í heildina litið þá þurfið að eiga 500.000 krónur til þess að geta gert þetta með réttum hætti. En á sama tíma þessi 500.000 skall í hlutafé í rauninni ekki kostnaður. Þetta bara peningur sem þið eru að leggja inn í fyrirtæki sem fyrirtæki getur síðan notað. Þannig að þegar verið að spyrja hvað kostar að stofna fyrirtæki, þá það bara þessi 130 skall sem ég nefndi hérna áður.
En já, eins og ég nefndi áðan, ef þið hafið einhverja spurningar, ég er með nóg hérna eftir sem ég ætla að fara yfir, en ef þið hafið einhverja spurningar þá endilega senda inn núna, því fyrst sem þið senda inn því líklega ég ná að fara yfir þar í útsendingunni og ég veit að þið eru öll með spurningar og þeir munið að það er ekki til sem heitir vitlaus eða heimskuleg spurning. En þá er ég komin að spurningu nummer 5 og spurning nummer 5 gengur út á það hvort hægt sé að taka hlutafé út úr félaginu. Eins og ég nefndi í síðustu spurningu þá þarf að leggja 500 krónur inn í félagið í hlutafé og það er rosalega mörgum sem finnst mikilvægt að ná peningnum aftur út úr félaginu. Fólk er að beita alls konar aðferðum til að gera það. Ég almennt mæli gegn því. Ég mæli með því séu með peningin í félaginu út af því að það kostar að reka fyrirtæki og þið þurfa á svona pening að halda til þess að halda öllu gangandi. En þeir sem hafa verið að komast frá svo hafa ekki verið að gera með einhverjum leiðum eins og það að láta fyrirtækið kaupa af sér, til dæmis ef þau eru með lager eða vélbúnað sem hefur verið notaður í reksturinn verður notaður í reksturinn, þá getur félagið hugsanlega keypt það af, þannig að þið getur runni losa hlutafé aftur út úr félaginu með því að kaupa þessi vörur. Þið getur líka í rauninni í sumum tilfellum lagt inn vélbúnað og bifreiðar og ýmislegt annað inn sem hlutafé, þannig að þá þurfið þið bara að vera vissum verðmæti á þessu og þá leggið þið í rauninni inn þessa hluti sem fyrirtæki getur nýtt sem hlutafé í staðan fyrir hennar 500 skall. Þannig að það eru ýmsar leiðir til þess að gera þetta. Ég almennt mæli með því að reyna að halda hlutafénu inn í fyrirtækinu. Það er alltaf kostnaðarsamt að reka fyrirtæki fyrst sinn, þannig að það er gott að nýta hana pening. En ég mæli líka bara með að þið séu öll með bókara eða endurskoðanda sem getur ráðlagt ykkur með þessa hluti. Herru, þá er það spurning nummer 6. Spurning nummer 6 er: ætti ég að kaupa notaða kennitölu? Ég er alltaf að tala við ykkur aðala sem eru að skoða það að kaupa notaða kennitölu og það hefur sína kosti og galla en aðal ástæðunar fyrir það að ykkur myndi í rauninni vilja kaupa notaða kennitölu er svo að þetta er kannski gömul kennitala út af því að ártali kemur fram í kennitölun og sumum finnst það einhvern veginn skapa meiri virðingu fyrir fyrirtækið að hafa gamalt ártal. Það lætur að líta út fyrir að fyrirtækið sé búið að vera lengur í rekstri og það sé meiri saga á baku þetta og það gangi þá einhvern veginn betur að fá lán eða fá fyrirtæki til að fara í viðskipti við sig eða eitthvað svoleiðis. Þannig að sumum finnst þú að flotta að það sé gömul kennitala. Ég persónulega finnst það ekki hafa nein áhrif. Ég hef aldrei átt þannig viðskipti eða verið þannig aðstöðu að ykkur er bara, já, heyrðu, þú ert með gamla kennitölu, þá vil ég eiga viðskipti við þig, eða þá að, heyrðu, þú ert með unga kennitölu, ég ætla ekki að eiga viðskipti við þig. Þannig að mér persónulega finnst það ekki skipta máli að þetta sé gömul kennitala. Það er svona flott og skemmtilegt og kannski gaman ef maður fari kennitölu frá foreldrum eða eitthvað svoleiðis og að láta hann að lifa áfram eða eitthvað svoleiðis, en það skiptir í rauninni mig ekki svo miklu máli. Önnur ástæða fyrir að fólk kaupir notaði kennitölu er svo að þær séu ódýrari, en mín reynsla hefur verið svo að einstaklega sinnum getur maður fundið ódýrari kennitölur, en yfirleitt eru þær bara á svipuðu verði og stofnkostnaður félags. Þannig að þú veist, oft er verið að selja notaði kennitölu á í kringum 100 skall eða 130 skall sem er kostnaðurinn við. Það er ekkert óalgengt að sjá slíka tölur. Það eru einstaklega skiptið sem eru töluvert hærri út af ýmsum ástæðum, en já, ég fyrir þetta eftir. En önnur ástæða fyrir að kaupa notaði kennitölu er svo að það er ekkert, þú þurfir ekkert að leggja neitt hlutafé inn. Þá hefur hlutafé verið lagt inn þegar félagið var stofnað, þannig að þegar þið í rauninni takið yfir kennitöluna, að þá þurfið bara að kaupa kennitöluna og þurfið ekkert að leggja inn ykkur fjármagnin í það. Fjórða ástæðan fyrir því að fólk vill kaupa notaða kennitölu er það að sé eitthvað svona uppsafnað tap sem það getur nýtt sér. Og þetta er svona bókhaldslegar pælingar og ef þið skiljið það ekki þá er það allt í góðu en þá kannski á það líka preldur ekki við ykkur. En það sem gerist er það að ef fyrirtæki er með uppsafnað tap, það er að segja búið að reki með tap í einhvern x tíma,
að þá getur sá sem tekið við kennitölu nýtt það tap frá bókhaldslega sjónarhorni til að koma upp á móti hagnaði sem hann kemur til með að vera með á næstu árum og þar að leiðandi lágmarka fjármagnstekjuskatt. En máli það að þetta ekki hugsað þannig og ef að þið kaupi kennitölu og breyti tilgangi félagsins, út af því að þið þurfa alltaf að skilgreina hvað tilgangur félagsins ef þið breyti tilgangi félagsins þá núllast þetta út, sem þýðir það að ef að þið eru að fara að gera eitthvað annað við kennitöluna heldur en bara nota hana í þennan alveg nákvæmlega sama tilgangu hún var notuð í, að þá munum við líklega tapa þessu uppsprunnaða tapi. Þannig að það kannski ekki oft verðmæti í því. En þá kemur að gallanum við það að kaupa notaðar kennitölur, út af því að stundum getur maður að vera að kaupa köttin í sekk, út af því að þegar maður að kaupa kennitölu af einhverjum öðrum aðila, að þá þarf maður að vera vissum hver saga þessari kennitölu sé og það sé ekkert útistandandi skuldir eða skuldbindingar á þessari kennitölu. Og þessna mæli ég alltaf með að fólk kaupi ekki notaði kennitölu nema að það þekki sögu kennitölunar eða sé að kaupa á aðila sem það treysta. Þannig að svarið við spurningun ætti ég að kaupa notaði kennitölu alveg undir ykkur komið. Ég bara leyfi ykkur alveg að taka ákvörðun það. Við höldum áfram að fara yfir algenga spurningar og eins og alltaf þið bara bæti við, skrifið komment eða hafið samband við mig ef þið eru með eitthvað athugasemdir á þetta. En þá þetta mesta hitamál sem mesta umdeildasta spurningin að öllum núna næst, það númer 7. Og ég lendi alltaf í mjög miklum umræðum þetta atriði, til dæmis ég að kenna námskeiði mín í stofnun fyrirtækja, og það spurningin, þarf ég að greiða með laun? Þannig þegar þið eru búin að stofna fyrirtæki og komin af stað og fyrirtæki kannski í tapi og þeir bara eru bara í því að byggja upp fyrirtæki og þeir ekki með neitt pening á milli handana, þurfið þið samt að vera að greiða ykkur laun? Stuttasvarið já, út af því að samkvæmt lögum þá ber fyrirtækjum að greiða sér laun strax frá fyrsta degi og það eru meira eitthvað viðmið og annað slíkt inn á RSK hversu há laun að greiða ykkur. Og þannig að við sem erum að stofna og byggja upp fyrirtæki, sérstaklega við sem erum kannski að byggja upp fyrirtæki sem eitthvað nýsköpun eða gera eitthvað sem krefst mikillar þróunar, að jafnvel átt að fyrirtæki sé ekki með tapi í marga mánuði, þá ætlast ríki til þess að við séum að greiða okkur laun. En nú kemur áhugaverði punkturinn og það það að þótt svo að þetta sé tilfellið, að þá ekkert allir sem að greiða sér laun. Og ég myndi endilega vilja heyra ykkar reynslu sögur af þessu, og ég veit að það eru margar reynslu sögur hann úti, en ég til dæmis, þegar ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki, að þá hringi ég niður í RSK og ég spyrði það út í þetta atriði, og þeir segja bara já, þú bara verður samkvæmt lögum að greiða þér laun í hverju mánuði. Ég sagði, ég er ekki allt sem ég á í þetta, ég að byggja upp nýtt fyrirtæki, það engin hagnaður, það engar raunveruleg tekjur að koma inn strax, ætlist ég alveg til að ég sé að borga með laun með þetta ástand, ég hef ekkert efnaði. Og þeir bara, já, þú verður að borga laun. Þannig að það sem ég endaði að gera var það, í hverju mánuði, þá var ég að gefa út launaseðla á sjálfan mig og greiða út launatengdu gjöldin, sem alveg mikil. Þannig ég þurfti að borga í lífeyrissjóðuna og ég þurfti að borga staðgreiðsluna og allt þetta dót. En ég var ekki að borga mér samt út launin. Þannig að bara einn af stærstu kostnaðarlegum mínum í fyrirtækjum til að byrja með, var bara að borga sér launatengdu gjöld fyrir laun sem ég var ekki að borga mér út. En nú förum við aðeins lengar fram í tíma, þegar ég var komið með aðeins meiri reynslu af þessu, að þá í rauninni hringi ég aftur niður í RSK og tek aftur spjall og þá bara aðra persónu. Út af því að það oft fer eftir við hvernig maður talar hvaða svör maður fær. Þessi persóna sagði mér, þetta eru lög, en við erum svo sem ekkert mikið að
eltast við svona þegar fólk að byggja upp ný fyrirtæki og svona. Og þetta fannst mér mjög óþægilegt og því ég reyni yfirleitt að fara alltaf eftir öllum lögum og reglum, en þegar það eitthvað lög til staðar sem að stór hluti af fólki sem stofnar fyrirtæki fer ekki eftir og RSK meðvitað og ekkert að skipta sér að þá, mér finnst það mjög óþægilegt og þetta annað atriði sem ég gagnrýni mjög mikið í rekstrarumhverfi á Íslandi, að það sé eitthvað svona lög eða regla sem að bara alveg hörð á því að maður eigi greiðslulaun, en sannleikurinn sá að mjög mörg fyrirtæki hafa ekki efni á því og geta ekki greitt þessu laun. Þannig að þetta svona mjög mikill árekstur á milli raunveruleikans og einhver svona utopískra hugsana hjá þeim sem búa til þessi lög. Og þannig að ég veit að mjög margir þarna úti hafa verið að gera þetta með alls konar hætti og svo líka loksins þegar þeir byrja að borga ykkur laun að þá þessi árekstur hversu hátt hlutfall, þú veist, þurfið að borga ykkur strax 100% laun, út af því ef þeir til dæmis eru í annarri vinnu eða hafi ykkur réttlætingu á því að þið séu bara að leggja ekki mikið tíma eða vinna í þetta, að þá má stundum vera kannski læra hlutfall, en hvernig á að vega og meta það er svona gráu svæði. Þannig að þetta rosalega erfitt fyrir mig að svara þessu, en eins og ég segi, stutta svari við þessu það já, þið þurfið að greiða ykkur laun strax frá fyrsta degi, en langa svari það að þetta á mjög gráu svæði og það eru ekkert allir sem fara nákvæmlega eftir þessu, og mér persónulega finnst að þetta sé eitthvað sem þurfi alvarlega að endurskoða, út af því að þegar það verið að setja fram lög sem að oft gera það verkum að það þvingar fólk til þess að svona hopp á gráu svæði til þess að, þú veist, koma fyrirtækinu stað, mér finnst það alltaf vera eitthvað sem þarf að endurskoða. Og þannig ég vona svo sannarlega að þessi lög verða endurskoða, en eins og staðan núna, þá já, þið þurfum að greiða ykkur laun, en hugsanlega getið þið haft aðeins læra hlutfall til að byrja með, að senka þið nokkra mánuði á meðan þið eru að komast á stað, en endilega heyri bara í RSK líka og fái þeirra innbútt og heyri líka í bókarunum ykkar. En þetta er mjög svona hot topic svona oft þegar ég að tala við aðra frumkvöla og margir hafa mjög slæma reynsla af þessu. Jæja, hvað segið? Hvernig þetta að fara í ykkur? Eru þið til að smetla á like eða eitthvað bara, þannig ég veit að þessi að fylgjast með og allir séu góðan gýr og svo skal ég halda áfram með listanum minn. Og það alveg að skilja, ég að fara nú djúpt í þetta, alveg bara ef þið viljið kafi dýpr onni eitthvað atrið, bara endilega látum við vita. Herðu, þá kannski komið að spurning númer 8 og það spurningin bara, hvað kostar að reka fyrirtæki? Þannig að þegar þið eru búin að stofna fyrirtæki, að þá eru svona ákveðin svona kostnaðarliðir sem koma, sem að í rauninni þið komist ekkert hjá því að greiða, þú veist, þannig að leiður eru búin að stofna fyrirtæki, þá þurfum við líklega að skrá okkur á vaskilaskrá og launagreiðandaskrá og þá eins og ég segi, þurfum við hugsanlega að fara að greiða ykkur út laun og þá komur launatengdu gjöldin, þið þurfum hugsanlega að fara að skila inn vaskskilum og kannski hugsanlega að fá þá bókara til að aðstoða ykkur með þetta allt saman, þannig að þá eru mánaðarlega greiðslu til bókarans, síðan þarf að gera ársreikningu hverju ári, það kostar sinn pening, það er 100-200 skall sem fer í það, svo þarf það kannski að vera með einhverju greiðslugáttir til að taka við greiðslum og annað slíkt, þannig að það er rosalega mikið af svona föstum mánaðarlegum greiðslum sem koma leiðuðu stofna fyrirtæki og það er oft ástæðan fyrir því að maður kannski hoppar ekki alveg strax í það að stofna fyrirtæki og þannig að ég get ekki gefið ykkur nákvæma tölu og hvað það kostar að reka fyrirtæki, en bara verið meðvituð það að það kostar sitt. Þetta er svona gott dæmi það að eiga góða að, er móðir mín að hrósa mig fyrir þessi skýrt hjá mér, takk mamma. Ok, þá eru komin að spurningu númer 9
og þetta er mjög þetta er mjög algeng spurning eða mjög algengt vandamál réttar sagt hjá frumkvöðlum. Spurningin er í rauninni á ég að þora að segja frá hugmyndinni minni, og máli er það að fólk er oft svo hrætt við það þegar það er með einhverjum viðskiptahugmynd að ef það tali upp átt hann einhverju eftir að stela henni. Og staðreyndin er bara svo að það að fara af stað með einhverja viðskiptahugmynd, alveg sama hver hún er, það tekur yfirleitt svona 2 ár að koma inn af stað. Þannig að þið þurfum að hafa nógu mikla ástríðu, nógu mikla trú á þessari hugmynd til þess að leggja 2 ára æviðinni í hana. Þannig að það er svona fyrsta lagi það að það er enginn að fara eitthvað bara svona óvart heyra einhverju hugmynd hjá þér og ákveða að leggja 2 ára ævi sinni í að elta bara einhverju hugmynd. Það er ekkert, þetta er ekki alveg svo auðvelt. Og svo líka annað er það að það er í rauninni engin verðmæti í hugmyndinni, og ég veit að þeir sem eru nýir í frumkvöðla bransuna, þeir eru ósammála, þetta er $1 million hugmynd, þetta er að gera mig ríkan, en staðreyndin er svo að bara hugmyndin sjálf er í rauninni einskis virði þangað til þið í rauninni framkvæma hann og gera eitthvað úr henni. Þannig að við erum ófeimin við að tala hugmyndina út af því eitt að góða við að tala hugmyndina er það að bara það að tala uppátt hugmyndina, það gerir það verkum að þið sjálf heyrið hana og náðu kannski átt ykkur betur á hvernig megið betur bætana. Ég hef til dæmis, þetta er ekkert óalgengt, og kannski ykkur hafi lent í því að fólk er með einhverja hugmynd í hausnum sem er búin að magna svona upp og bara svona þetta er frábær hugmynd, ég ætti að vera svo ríkur, þetta er svo magnuð hugmynd, bara allir eftir að vilja þetta og bara frábært og bara, ég ætti að milljónum mæningu, og svo þoraði ekki að segja neinum frá því í marga mánuði eða mörg ári jafnvel, og svo loksins þegar þeir tala upphátt hugmyndina, bara þegar þeir segja það sjálfur, þá allt í einu bara fattar bara, já, ok, þetta myndi kannski ekki alveg ganga upp, þetta er kannski ekki alveg jafn frábært. Þetta er ótrúlega fyndið fyrirbæri, en þegar við erum bara með þetta í hausnum, að þá oft einhvern veginn hljóma hlutinni miklu meira frábærlega, en leið og við bara segjum það upphátt og oft bara sjáum við það frá öðru sjónarhorni, og ég tala ekki þegar við fáum sýnilega bara endurgjöf frá öðrum og getum þá í rauninni þróað hugmyndina áfram og betur bætt þetta og þar fram til göttum. Þannig að þið verða að vera ófeimin við að tala hugmyndin ykkar, en það er líka alltaf læsamt að velja vel hverja þið talið hugmyndina við, út af því að það eru ákveðna aðalar sem eru alltaf neikvæðir, og ég veit að þið þekki öll svona karaktera sem að alveg sama hvað þið segja þeim, að það er alltaf eitthvað neikvætt og þetta mun aldrei ganga og þetta verður hrikalegt og eitthvað svona sko. Þannig að ekki vera að segja svoleiðis fólki frá þessum. Líka hafið það í huga að ef þið eru að segja til dæmis einhverjum ættingjum eða nánum vinum frá hugmyndinni, þá er mjög líklegt að þið fá rosalega jákvæð viðbrögð, bara já, þetta er frábær hugmynd, já. En á sama tíma þá er þetta fólk sem er mjög nátengt og það kannski endur speglar ekki alveg sannleikan sko. En bara það að tala opinskátt hugmyndina, það hjálpa þér að þróa hana áfram og koma inn á þann stað að þið getur raunverulega að fara að framkvæma hana. En það komið spurning frá honum Jónasi. Þegar fyrirtæki er skráð og stofnað hjá RSK, fær fyrirtæki þá ekki þá sjálfkrafa kennitölu hjá RSK? Jú, það gerir það. Þegar þið stofnið félag, ég held að þetta eigi við öll félagaformin fyrir utan bara einstaklingsrekstur, að þá fáið þið sér kennitölu fyrir fyrirtækið. Það tekur, sko, ef þið eru með einkahlutafélag eins og ég er að mæla með, þá er þetta sækjum allt bara rafrænt, og RSK er yfirleitt 1-2 daga að vinna beiðnina og í rauninni út hluta þessari kennitölu. Þannig að já, þannig að það er verið öll fyrirtæki eru með kennitölu. Þá erum við komin að næstu spurningun. Það mun vera spurning nummer 10, og það er í rauninni hvenær er rétti tíminn til þess að stofna fyrirtæki. Og
Þetta breytilegt eftir hverjum einum. Ég mæli almennt sér með að fara ekki að stofna fyrirtæki nema þið þurfið á því að halda. Það að segja sko, ég mæli yfirleitt með að fyrirtæki séu stofnuð annarkvort þegar kom eitthvað svona stór útgjöld, út af því að þið geti í rauninni, ef þið eru með eitthvað viðskiptahugmynd, þið geti oft í rauninni bara þróa hana mjög langt áfram og gert rosalega mikið með hana án þess að þurfa í rauninni á einhverju kennitölu að halda. En þeir 2 punktar, tvær aðstæður sem oft svona gott að hafa kennitölu, fyrsta lagi þegar það eitthvað svona stór útgjöld eða þeir að skuldbinda einhverju stóru leyti, til dæmis að leigja kannski atvinnuhúsnæði eða eitthvað svoleiðis, þá vil ég gera það á nafni kennitölunar, eða nafni fyrirtækisins en ekki ykkar eigin persónulega nafni, út af því að ef þið gera ykkar eigin persónulega nafni þá eru þið að taka persónulega ábyrgð á því. Þannig eins og ég sé, fyrsta aðstæðan til að stofna fyrirtæki þess að þeir eru stór útgjöld og seinni aðstæðanar þegar einhverjar tekjur byrja að koma inn. Og þá ég yfirleitt að tala um einhverju svona, þið geta alveg tekið við einhvern tekjum inn á ykkar eigin kennitölu og byrja þetta þannig. En svo þegar þetta byrjar að vera svona nokkuð reglulega sölur eða eitthvað, þá kannski komið tíma á að stofna fyrirtæki. Þannig að einn af þessum 2 hlutum, annarkvort þegar það eitthvað stór útgjöld, stór skuldbinding eða að tekjur byrja að koma, þá geta verið komið rétt í tíminn til þess að stofna fyrirtæki. En á sama tíma, ef þið ætli bara að vera með mjög litla tekjur og þetta blir lítið rekstur, þá getið þið verið með reksturinn á okkar eigin kennitölu. Hérna nú Kristbjörg kom með spurningu. Hún spyr, til eitthvað vettvangur fyrir fólk á Íslandi til að brainstorma hugmyndir sínar og fá álit annara? Já, fullt af en bara ekkert svona formlegt. Þetta í rauninni snýst meira bara um það að þú í rauninni talir bara við fólki í kringum þig. Ég mæli oft með allir að fólk byrja bara að selja hugmyndina sína, að selja vöruna mjög snemma til að fá viðbrögð, en að sjálfsögðu getur líka leita til dæmis inn á bara Facebook-grúppuna okkar, Íslenski frumkvöðlar. Þeir eru velkomið að spyrja fólk þar um álitið annað slíkt, en þú þekkir líka bara einhver í kringu sem þú getur að tala við. Það getur líka verið mjög gott að tala við einhvern sem sama iðnaði, eða sama geira og þú ert að spá í að fara inn á, eða tala við aðra frumkvöðla. Þannig að það eru rosalega margar aðstæður í það. Líka bara almennt séð að koma á viðburði þar sem aðrir frumkvöðlar eru og bara svona byrja að spjalla við þá, hvort sem það er alltaf alls konar hittingar á hverju ári fyrir frumkvöðla og eða koma bara á námskeið hjá mér í stofnun fyrirtækja. Þar kynnistu fullt af öðru fólki sem nákvæmlega sömu stöðu og þú og getur talað við það, og það eitt af mikilvægasta sem að einhver sem ætlar að fara út í fyrirtækjarekstri getur gert að byrja strax að búa sér til tengsl við aðra sem eru í fyrirtækjarekstri, út af því alltaf eftir að þurfa á fólki að halda sem að gera svipaða hluti til þess að spyrja spurninga. Ég búin að vera í fyrirtækjarekstri töluvert lengi núna. Ég samt alltaf með nokkra aðala sem ég hef samband við reglulega til þess að tala fyrirtækjarekstur við, til þess að spyrja spurninga, og ég heyri bókarana mínum reglulega og spyr hann út í hluti. Þannig að það er kannski ekki eitthvað svona formlegu vettvangur til þess að ræða einhverjar hugmyndir, en það er svo mikið af fólki sem getur samt rætt þar við, þannig að bara verður nógu ófeimin, veldur bara rétta fólki til þess að tala við og byrjaðu umræðina. Herru, þá er það spurning nummer 11 og þetta er svona algeng spurning sem ég fæ mjög oft. Það er raunin spurningin bara, ég er með einhverja hugmynd, en hvað svo? Hvað gerir ég næst? Og það er í rauninni, ég tók nú myndband gerði svona útsendingu, hvort það hafa bara verið síðustu að þar síðustu viku, þar sem ég var að tala um fyrstu skrefin, og ég mæla alveg hygglust með að þið kíkja á það. Og þetta er í rauninni tvennt sem það eru að gera í upphafi þegar það er byrjað að vera með hugmynd. Það er fyrsta lagi það
þið þurfið í rauninni að taka þessa ákvörðun að ykkur langi til þess að fara út í fyrirtækjarekstur og þið, þú veist, ætla að gera þetta að raunveruleika. Þú veist, þetta er svona bara leiðuð takið þessa ákvörðun, ég ætla að gera þetta að veruleika, ég ætla að láta þetta verða að fyrirtæki eða búa þess að veru til eitthvað sem er, bara leiðuð svona ákveð þetta að þá bara strax eru komin töluvert lengri ferli. Og stundum þurfið að fara í smá upplýsingu öflun áður en ákveða þetta. Þið þurfið til þess að átta ykkur á hvað felst í fyrirtækjarekstri og hvort að þetta sé raunverulega fyrir ykkur. En ef þið leggjum þá vinna á okkur og svona ákveða okkur þetta er eitthvað sem ég ætla að gera, þá bara eru strax komið töluvert lengra. Og þá bara eru komið þetta hugafar og þá bara allt fer hausinn á okkur að hugsa í lausnum og finna leið til þess að komast þangað sem þið vilja komast. Hitt sem þurfið síðan að gera er að vinna með viðskiptahugmyndin og móta hana áfram og þið getið séð það í þessu myndbandi sem ég talaði en ég mæli líka með síðan bara eins og ég segi þegar þið eru komin á þann stað og þið viljið í rauninni afla ykkur upplýsingar hvað felst í fyrirtækjarekstri, þú veist hvernig það er stofnað og allt þetta, að þið kíkja á námskeið hjá mér eins og ég segi það er eitt laust sæti núna í maí á námskeið og við komum til að opna á júní námskeiði núna fljótlega, en júní námskeiði verður rauninni síðasta námskeið fyrir sumarfríið, þannig að ég mæli endilega með því skráðu ykkur á það ef þið hafið áhuga á þessu. Má ég sjá, þá erum við búin með 11, þá er það 12. spurningi hérna. Þá fyrir nú að líðundi lokin á spurningunum sem ég á búin að punkta niður, þannig að endilega bara hendið ykkurum spurningum á mig ef þið viljið svara ykkurum. En spurning nummer 12 hvað ber að varast þegar maður er að stofna fyrirtæki með einhverjum öðrum og þetta er rosalega mikilvæg og bara rosalega mikilvæg spurning og eitthvað sem þið verða að hugsa út af því að finna við það að stofna fyrirtæki með einhverjum er að þessu er oft líkt við giftingu. Þú veist að það að stofna fyrirtæki með einhvern sem svipað eins og að gifta sig en staðreyndin er svo að það er í raun tæknilega séð stundum auðveldara að losna út úr giftingu heldur en að losna út úr samstarfi með einhverjum í fyrirtækjarekstri. Og það er ógeðslega fyndið líka út af því að ef maður er að fara að gifta sig þá yfirleitt tekur maður mörg ár í það að kynnast persónunni og vera viss að þetta sé rétta persónan sem maður vill skuldbinda sig og annað slíkt, en þegar maður stofnar fyrirtæki með einhverjum að þá er það yfirleitt bara eitthvað sem er gert svona í einhverju hugdettu kannski yfir köldum bjóra eða eitthvað bara, herja, ekki stofna fyrirtæki, bara jú, gera þú veist, þetta er svo fyndið hvað fólk gerir sér ekki grein fyrir ábyrgðin að stofna fyrirtæki með einhverjum er mikil, en á móti kemur að það er hægt að gera ákveðna hluti til þess að lágmarka þessa ábyrgð og í rauninni gera hana viðráðanlegri. Og það sem ég er að tala þá er hluthafasamkomulag. Ef þið eru að stofna fyrirtæki með einhverjum öðrum, alveg sama hver það er, hvort það sé fjölskyldumeðlimur eða einhver Jón Jónsson til bæ, eða hvað, engum máli hver það er, þið gerir alltaf hluthafasamkomulag. Og hluthafasamkomulag felst í rauninni í því að búa til skjal sem skilgreinir nákvæmlega hvað er ætlast til af hvorum einstakling eða öllum einstaklingum öðrum margir, hvað verið gert ef eitthvað kemur upp á, hvað verið gert ef eitthvað ósætti sem ekki er hægt að leysa og þar fram undir götum. Þannig að hluthafasamkomulag er bara eitthvað sem er mikilvægt fyrir ég ætla ekki sem það er nauðsynlegt fyrir alla sem er að fara í reksturkundana. En það áhugaverður hluthafasamkomulag, það er ekki partur af upphæðlegum stóðpappírunum, það er ekki einhver svona sem þarf að gera samkvæmt lögum og þess vegna vita ekki allir af þessu, en ég bara er að segja ykkur hér og nú, ef það ætla að stofna fyrirtæki með einhverjum öðrum, gera hluthafasamkomulag. Og það er þá kannski helst líka ef það ætla að gera hluthafasamkomulag að passa að það sé ég held að heiti Mexican Shootout klausan, ég held að ykkur hafa kallað þetta það. Það er einu klausa sem bara útskýrir á mjög einfaldan hátt hvað verið gert ef að leiðindi koma upp sem ekki eftir að leysa. Út af því ef þið eruð ekki með hluthafasamkomulag þá getið þið lent í þeirra aðstöðu að þið séu í rauninni stofnið fyrirtæki með einhverjum, svo allt í einu bara kannski hættir viðkomandinn að vinna í fyrirtækinu og
bara skiptir sér ekkert af eða jafnvel með leiðindi og gerir þetta flókið og erfitt og þið reynið að kaupa hans hlut og hann segir bara nei, ég bara vill ekki selja, ég ætla bara að eiga þetta áfram og þá kannski standið þið frammi fyrir því að þið eru með ykkur aðalega sem ákvæmst stóran hluta í fyrirtækinu og þið geta ekki losað út með engu móti, þannig ekkert lagalegt sem að neyðir hann til þess að selja sinn hluta nema þessi með hluthafasamkomulag. Þannig að setja hluthafasamkomulag inn ef þið eru stofnað fyrirtæki með alveg sama hversu góðir vinir, vinkonur þið eruð, bara hafið þetta alltaf klári. Hérna kemur hún Kristín með spurningu. Hún spyr, hver þín skoðun á að taka lán þegar fyrirtæki ungt? Þetta góð spurning. Þú veist, það erfitt að svara nákvæmlega. Ég mæli náttúrulega almennt sér með því að reyna að komast einst langt sem maður getur á manns eigin blóðsvita og tárum og reyna eins og maður getur að forðast lán. Ég tók lán þegar ég var að byrja í rekstri, fyrsta fyrirtæki mitt, þá tók ég eitthvað smá lán þar til að koma mér að stað og ég skil það alveg, en ég hef reynt eftir fremsta megni að forðast það í dag. Líka út af því að þegar þið takið lán, það er engin banki að fara að lána ykkur pening út á fyrirtæki ykkar eitt og sér. Þú veist, það þessum fyrirtækjana, það er ekkert að fara, engin banki að fara að lána fyrirtækjana pening nema að fá sjálfskuldar ábyrgð eða veð eða líklega bæði hjá ykkur persónulega, sem þýðir það að þið persónulega byrja ábyrgð á þessu láni. Þannig að fyrirtæki fyrir hausinn að þá munið þið þurfa að borga upp lánið og það mun hvíla á ykkur og þið þurfa að hafa það í huga þegar þið ætla að taka lán. En að sjálfsögðu ef þið eruð nokkuð örugg með, ef þið er að fara að skapa ykkur tekjur fyrir ykkur lánið sem eru nokkuð örugur, þannig að ef þið til dæmis erum þegar að koma eitthvað ákveðið verkefni sem þið munið fá greitt fyrir og þið eru að taka lán til þess að koma því að stað eða eitthvað svoleiðis, að þá allt í góðu. En ef þið eru að taka lán fyrir ykkur sem er óvíst ennþá, þá myndi ég bara fara varlega í það og vera viss það að þið séu meðvituð það að þetta lán mun öllum líkindum falla á ykkur ef að fyrirtæki gengur ekki upp, þannig að verið tilbúin undir það. Mér finnst alltaf með fyrirtæki snúast það að þekkja hvað getur gerst í versta tilfelli, þannig að þetta er bara spurning það. Þannig að þú sér, ef allt verður á versta veg, hvað af skuldbindingu fyrirtæki sem mun leggjast á mig og þetta lánið er einn af þessum hlutum. Þannig að eins og ég segi, bara farið varlega og líka bara þegar að díla við banka, þú veist, bankar geta alveg verið þeir þjóna sínum tilgangi alveg og geta hjálpað ykkur oft, en á sama tíma að þá er bankin alltaf bara að hugsa sinn hag og alveg sama þótt þú þekkir þjónustufulltrúðaninn vel eða eitthvað svoleiðis, að bankin er alltaf bara alltaf að gera þetta til þess að hagnast og bankin tapar aldrei, hann er alltaf tryggður, þannig að þú veist þið bara vitið það þegar samskipti við það. Þannig bara hugsa vel á hann að fyrir að taka lán, en ef þú sér fram á að það sé að fara að gefa tekjur, þá er alltaf að skoða það. Hérna er hann Jónas Ingi aðeins að fara meira út í Mexican Shootout. Hann talar að hann séu 4 leiðir í þessu. Ég hef bara þekkt þessa einu eða svona ég hef alltaf notast bara við sama, en Jónas, þú mátti endilega, ef þú nennir, ef þú þekkir ykkur þetta, mátti senda á mig ykkur upplýsingur það væri gaman að vita hvað þetta er. Ég held að þetta væri bara alltaf ein leið, þannig bara takk fyrir að deila þessu. Herru, ég ætla bara að halda áfram með það. Þá er það næsta spurning. Þarf ég að ráða endurskoðanda eða bókara? Þetta er, ég mæli með því og bara aðeins til að útskýra munin á þessu.
endurskoðanda bókari fyrir lítil fyrirtæki í rauninni sami hluturinn nema þú borgar endurskoðanda lítið meira. En ég, sko þegar ég var að byrja í rekstri þá ætlaði ég að reyna að sjá allt bókhaldi sjálfur til þess að spara pening og ég eyddi allt og miklum tíma í það að reyna að lesa mig í gegnum einhver lög og átta mig á hvernig þetta gera hlutina og reyna að finna út úr þessu öllu sjálfur og reyna að átta mig á í hvaða í hvaða vaskprósentu alla vörurnar mín ætti að vera, hvernig ég ætti að gera með launagreiðslur og þetta tók rosalega mikinn tíma frá mér sem ég hefði getað nýtt miklu betur í bara reksturinn sjálfan, í að byggja upp fyrirtæki. Þannig að í dag ég bara á því að maður á að finna sér góðan bókara til þess að starfa með og það alveg borgar svo oft mjög fljótt upp út af því að bókarinn, ef þú ert með góðan bókara þá býr hann yfir mikilli þekkingu, hann getur svara öllum spurningum sem hefur bara mjög fljótt, þannig að þú sparaðir fleiri klukkutíma af einhverju leit á netinu og lesa sér í gegnum einhver lög og annað slíkt sem alveg hundleiðilegt og það bara, já, ef þú ert með góðan bókara þá hann ekki svo dýr og það verður alveg þess virði að gera þetta. Ég sé enga ástæðu til þess að einhver sé að gera þetta allt frá grunni sjálfur. Ekki nema bara að það hafi gaman af bókhaldi sem ég hef ekki, mér finnst það hundleiðilegt. En annars myndi ég mæla með því að þið myndu reyna að finna einhver góðan bókara til þess að starfa með þetta. En já, ég komin á enda af þeim spurningum sem ég ætlaði að fara yfir. Þannig endilega ef þið hafið einhverjar fleiri spurningar þá bara endilega sendið þær inn núna. Ég hefði alltaf gaman að því að svara spurningum og reyna að hjálpa til. Annars vil ég bara minna á vefsíðuna mína frumkvöðla.is. Þar einhverjar bloggfærslur sem ég hef skrifað í gegnum tíðina ýmislegt og því sem við höfum rætt núna. Þar ég líka með frítt námskeið í af hverju ættir að stofna fyrirtæki sem fer út í að hjálpa ykkur í að átta ykkur hverju markmiðin ætti að vera og leggja grunninn að þessu og ég mæli endilega með að þið kíkja á það. Og svo náttúrulega eins og ég nefndi áðan þá ég með námskeiðinu stofnun fyrirtækja sem ég held flesta mánuði ársins og það eitt sæti laust núna í maí, þannig að þið viljið kíkja á það, annars kem ég til með að opna fyrir júnínámskeiði núna í dag eða morgun og það verður bara 20 sæti laus á það, þannig að endilega skráið ykkur því að það verður ekkert námskeið í júlí eða ágúst. Það bara ekki alveg besti tíminn til að halda svona og þess vegna hef ég bara ákveðið að sleppa því alveg og já, þannig að endilega bara kíkja á það. Ég minni líka á grúppun okkar íslenski frumkvöðlar og þar oft skemmtilegar umræður í gangi og þar getið spurt spurninga og leitað ykkur ráða og svo líka bara ef þið viljið eitthvað skoða eitthvað meira með mér þá getið þið bókað frían kynningarfund með mér, 20 mínútna kynningarfund inn á frumkvöðla.is og ég get sest niður með ykkur og sé hvort ég get eitthvað hjálpað ykkur. Já, en annars bara eins og ég segi, ef það enga fleiri spurningar þá bara þakka ég ykkur fyrir í dag. Þetta búið að vera gaman og búið gaman að sjá hvað þið eru búin að vera virk að skrifa komment og taka þátt í þessu. Í næstu viku þá kemur Helga Valfells í viðtal og Helga Valfells með rosalega mikla reynslu úr fjárfestingum í fyrirtækjum. Hún núna starfa hjá Crowberry Capital og að fjárfesta í ungum tæknifyrirtækjum og nýsköpunarfyrirtækjum og hún hefur rosalega mikla reynslu og ég ætla að spyrja hana út í hverju hún að leita af í fyrirtækjum, hvernig ferillin þegar ung fyrirtæki leita til þeirra og sitthvað fleira. Þannig endilega verið með í næstu viku og fylgist með því. En já, annars bara þakka ég ykkur öllum kærlega fyrir og við sjáumst bara eftir viku. Takk.